Komið sæl og blessuð, kæri ljón. Spilin ykkar eru mætt og ég ætla að byrja á því að draga fyrir ykkur nokkra stafi. Einnig viðbót, svona. Ég vona nýja árið sé búið að vera gott. Það sem af er ári og orkan sem er að koma inn nýtist ykkur vel. Stafirnir eru svona smá leikur til þess að kalla fram eitthvað í undirmeðvitundin ykkar eða minna ykkur á ákveðna manneskjur. Ef þið sjáuð einhverja upphafsstafi eða nöfn út úr þessu eða svona eitthvað sem að virkar ímyndunaraflið ykkar. Þið eru með svolítið mikið af sömu stöfunum, það eru margir búnir að lenda í því, en allt í lagi, við kíkjum betur á þetta á eftir. Við ætlum að byrja á spilunum ykkar, hvað þau eru að koma með hérna inn í nýja árið fyrir ljónin, og það er bara strax að brjótast út úr einhverju munstri eða brjóta niður einhverja múra. Hvað ertu að halda aftur af þér, kæra ljón, eða hvað er að halda aftur af þér? Ertu að láta eitthvað hindra þig, stoppa þig í því að gera það sem að þú ætlar þér? Er fortíðin að stoppa þig, eða er einhver manneskja með valdi við þér? Þetta þarftu svolítið að skoða og finna leiðir til að fella múrana, koma þér upp úr hjólförunum eða brjótast út úr höftunum. Já, það er svolítið þannig. Og leyfa sjálfum þér, kæra ljón, að gróa og koma með nýja sprota. Nýr sproti, nýtt ár. Fittar svolítið vel saman. Kannski er það bara óttinn sem er að stoppa þig. Kannski er það bara óttinn sem er þessi hindrun sem kemur hérna upp, þessi barriér eða sem getur verið bara, já, í formi ótta. Krákan sem situr hérna á fuglaræðunni, hún var einu sinni kannski hrædd við fuglaræðuna, en með tímanum sá hún að það er ekkert að óttast, og það er kannski að sama með þig, kæra ljón, að tíminn og reynslan mun eða er búinn að sýna þér að það er ekkert að óttast. Eitthvað sem að hefur kannski hrætt þig áður fyrr. Það er löngu búið að missa tökin á þér og þú þarft í raun og veru bara að sleppa því og hrista það af þér. Því að það sem að bíður þín, það er svo miklu, miklu betra en þið getur órað fyrir. Leið og þú hristir af þér þessi höft og stígur í gegnum óttan, horfist bara í augu við hann, hlærða á honum, jafnvel, eða sest á hausinn á honum, eins og krákan. Þá sérðu bara að hann er jafn gagnslaus og fuglaræða. Það er að segja, það er ekkert þarna sem stoppar þig. Leið og getur þetta, þá koma góðir hlutir inn og flæða góðir hlutir inn til þín. Og máttu leyfa þér að fagna, kæra ljón, og hér stendur sko shout to the heavens with happiness. Þetta er það stórt og mikið og dásamlegt. Og hér eru blóm og fiðrildi og bros og gleði og
og þú að taka við því sem að koma af ákefð, enthusiasm, að fagna ákaflega og taka á móti öllu. Þetta eru svolítið stóra orð hérna, svolítið stórt og fallegt spil. Þetta eitthvað sem að þú getur í raun og veru ekki umfaðmað fyrr en að þú sleppir þessu hræðsludæmi hérna. Skoðaðu vel, hvað það sem þú ert hræddur við, kæra ljón? Hrætt við. Það eitthvað sem þú heldur að geti gerst? Eitthvað í raun og veru sem að ógnar þér? Ertu kannski bara feiminn og þorir ekki að taka einhver ákveðin skref? Sjálfsálitið lágt? Það sem að stoppa þig? Þetta eru hlutir sem þú þarft svolítið að taka föstum tökum og hrista að þér. Mikil gleði og fallegir hlutir sem koma hér inn. Svo koma hérna skilaboð frá þessum indverska guði hér. Held ég hann sé örugglega indverskur. Þetta spil úr stokk sem heitir Uppljómaðir meistarar. Og þetta heitir sjáðu sjónarmið annarra. Eða líttu hlutina öðrum augum og settu þig í spor hins aðilans. Kannski einhver annar aðili sem tengist þessu máli sem við vorum að tala með hræðsluna. Ef til vill óttastu að hitta hann, tala við hann eða umgangast hann eða taka á móti einhverju frá honum. Hér verið að biðja þig að setja þig í spor hans. Kannski hann bara að bíða eftir því að þú takir eitthvað ákveðið skref, að þú eigi frumkvæði að samskiptunum. Hinn aðilinn áttar sig kannski ekkert á stöðunni sem þú ert í, að þú sért uppfullur af ótta og skilur kannski ekki af hverju hlutirnir eru stopp. Þannig að það svolítið undir þér komið að láta flæðið fara áfram. Afsakið. Þessi austræni guð hérna, eða goð, hann vakir yfir heiminum og heyrir allar bænir. Þú getur haft hann í huga til að biðja hann að hjálpa þér við þetta ferli. Og hann tilbúinn að hjálpa öllum sem vilja þroskast andlega. Nú ég bara að lesa hérna aðeins upp á bókinni sem að fylgir. Það hérna skilaboðum líka að þessi múr eða þessi höft sem að kannski hafa stoppað þig hingað til, að þau virka fráhrindandi á aðra og þau virka eins og bremsa. Og þau virka, og þessi ótti, hann virkar eins og, hvað orðið síðan leitað? Varnarháttur, það eins og þú sért að verja þig fyrir þessu góða sem að koma. Og það kannski það sem að hinn aðilinn sér, að hann sér þig í vörn. Og þá fyrir hann ósjálfrátt kannski að hugsa, hann í vörn gagnvart mér? Þannig að kæra ljón, þetta eru bara pælingar sem þú þarft að fara í
Og ef til vill það eitthvað í þessum samskiptum þar sem að þarf að biðjast afsökunar eða fyrirgefningar og það getur verið bara einhver lítill misskilningur sem að valda þessu stoppi hérna. Já, þetta það sem að hérna efst á blaði í raun og veru einhver samskipti. Það að koma aftur og aftur hérna inn. Þú veist best sjálft, kæra ljón, hvers konar samskipti þetta eru. Ef til vill þetta eitthvað sem ekki hefur gengið vel í fortíðinni og þú hræddur að það verði sama útkoma núna. Þetta kannski gömul tenging sem þú hefur átt við einhvern aðila en síðan hefur slitnað á milli ykkar út af einhvers konar misskilningi eða jafnvel deilum eða illindum. Ok, kæra ljón, þetta orkan sem að koma til því núna á næstunni og þú átt eftir að standa frammi fyrir þessu. Að sjálfsögðu þetta þitt val, hvað þú gerir, hvort þú ákveður að fella múrana og stíg gegnum óttan og taka á móti þessari dásemd sem að kemur hérna til þín, sem að lætur þig syngja og dansa af gleði. Til vill ertu bara einn af þeim sem áttu erfitt með að setja því í spor annara. Við erum öll misjafnlega gerð með það. En spilinu allavega hvetja til þess að reyna það ef þú mögulega getur. Ok, kæra ljón, þetta líka dálítið bara ljóst fyrir. Kíkjum aðeins á stafina þína. Hvað hérna hægt að finna út úr þessu? Ég sé strax hérna glaða, af því að við vorum nú að tala um gleði. Og það margt hérna, margt sem getur komið út úr þessu. Ég svolítið bara svona þögul á meðan ég að skoða þetta. Þið sjáu örugglega eitthvað allt annað en ég. Ég sé hérna að vanga. Kannski þið að fara að vanga við einhvern. Og líka að langa eða langaði, langað. Og síðan þetta hérna S-ið líka sem geti breytt þessu í slanga. Og gefið hér. Gera einhverjum til geðs. Og að glansa eða skína. Og svo hérna veg og síðan kannski veggurinn sem ég var að tala um áðan eða hindrunin með vegg. Heyrið mig, þetta svona meira til gamans gert og fyrir ykkur til að pæla í. Ég óska ykkur allsins besta með þetta og þessi samskipti sem væntanlega eru að koma inn. Gangi ykkur vel, ljós og kærleikur.